Ég mættur í Tálknafjörð og á leiðinni að skoða vestasta skóg í Evrópu. This way. Ég keyrði hérna að ysta bænum í Tálknafirði og svo á þetta að vera hálftíma gangur þaðan. Þannig að það er best að halda áfram. Lundurinn ber svo sem ekki neitt nafn svo ég viti en hann er oft kallaður Lundurinn á Stapa. En bærinn hérna, eða svæði hérna heitir Arnarstapi. Og það var upp á 1940 sem að krakkar frá Tálknafirði fóru hingað og gróðursettu tré og það var Guðmundur Sveinsson, mikill áhugamaður skógrækt sem var svona frumkvöðlinn í þessu starfi. Eins og ég sagði áðan, þá voru trén gróðursett 1940 sem er orðið ansi langt síðan. En hins vegar var þetta gróðursett á mjög erfiðu svæði þannig að það er svolítið spennandi að sjá hvernig skógur þrífst þannig. Svo. Nú sé ég í skóginn þarna. Þetta er farið að vera pínu spennandi. Þá er maður bara mættur í þennan vestasta skóg Evrópu. Hann er allavega að mynda fræ. Já. Það virðist hafa alveg sáð sér aðeins. Birkið lítur ágætlega út, þykkur bolurinn og sveppir hann, það er ágætis svona líf í jarðveginum. Þetta er bara svolítið rjóður. Já. Hér hefur greinilega verið einhver bygging. Örugglega lítið svona sumarhús eða jú, örugglega sumarhús. Það virkar það stórt. En svo kannski svolítið kúnst að kominga þannig að það er eiginlega ekki hægt að keyra. Jú, getur kannski komið hérna á dráttarvél eða eitthvað eða á góðum jeppa en ég held að það sé samt bölvað vesen. Best að labba. Já. Gaman að sjá hvað svona lítill lundur getur gert fyrir náttúruna og hérna er lítill skógarþröstur á vappi, einhver lítill hérna. Greinilega ekki vanur mannfólki. Bara æðislegt. Það er greinilegt að reiturinn var náttúrulega girtur á sínum tíma og eflaust verið haldið við. En nú er eiginlega girðingin farin.
Ætla að sé kannski engin beit hérna lengur, ég efast það, ég hef ekki séð neina kindur. En þá líka gaman að sjá að birkið líka að fara að sá sig út fyrir girðinguna. Það ekki mikið reyndar, en svona með að skógurinn sé gróðsettur 1940, en birkið allan hérna á nokkrum stöðum komin út fyrir girðingu, þannig að skógurinn að stækka. Þessi tré eru nú alveg sum hver ágætlega hávaxin og hérna eru allavega með birkið sem eru svona 5–6 metrar. Og svona, ég veit ekki til þess að birkið hérna á Vestfjörðum verður svona hávaxið sko. Ef að einhver veit betur þá má hann endilega deila því með mér. Í upphafi var gróðursett birki og sauðkagreni og svo sé ég reynivið þarna líka og lerki, hérna eitt lerkitré á milli. Spurning hvort það hefur komið eitthvað seinna eða eitthvað svoleiðis sko. Sést að þetta sé svona eitt lerkitré. En mér sýnist þið bara að sjá bara einn reynivið, kannski önnur tré eitthvað stranastar en hann verðist bara vera hérna með fullt af rótaskotum. Lítur samt vel út og hæðin á sauðkagreni orðin ansi góð sko. Það örugglega 6–8 metrar. Þegar maður kemur nær þá sér maður þetta nú fleiri en einn reyniviður. Það spurning hvort það hafi verið einn í upphafi og hann hefur svo náð að sá sér með fræjum. Það svona, en það kannski skiptir ekki öllu máli. En það áhugavert að sjá hann hérna, hann eiginlega svolítið mikið mörg tré hérna á einum litlum bletti. Reyniviðurinn náttúrulega þannig tré og kannski svo mörg tré að hann sendir fleiri en einn sprota upp, eða getur gert það. Og maður sér hérna úr rótunum að koma fleiri tré, þannig að og það svolítið áhugavert að sjá þetta. Hérna hefur grein vaxið, tré vaxið og svo vaxið inn í og orðið bara hluta af trénu. Þetta mjög sérstakt. Og fleiri svoleiðis hérna. Það bara, já, magnað. Ég held að þessi staður hafi ekkert verið beint besti staður til að gróðursetja skóg á. Hérna eru við bara fyrir opnu hafi þannig að vindurinn hérna örugglega talsverður sko. En samt virðist hann bara dafna nokkuð vel. Ég veit náttúrulega ekki hvernig jarðvegurinn hérna en það virðist nú bara dafna nokkuð vel og sjáðu hérna er hann búinn að meira segja sá sér í átt að vindinum. Maður sér hérna einhverja mannvistarleifar og það hefur verið búið hérna árum áður og það svona gaman að segja frá því að langa amma mín ættuð hérna úr Krossadal sem hérna aðeins lengra og ég oft velti fyrir mér að lífið þar hefur örugglega verið ansi erfitt á sínum tíma. Einhvers staðar lengst út í raskati.
Ótrúlega gaman að koma hingað í vestasta skóg Evrópu. Það gaman líka að sjá hvernig náttúran getur dafnað á erfiðum stöðum. Ég myndi halda að þetta væri nú ekkert svona besti staðurinn fyrir skóg til að vaxa, en sjáu, það ótrúlega hvað hægt. Ég ætla að fara að ganga heima við og bara hvet ykkur til að gera subscribe við rásina ef þið viljið sjá meira efni, og það styrkir líka mig í að gera meira efni.